Alive, we are alive. Wow. Ooh, Wow. we're just waiting a little bit for Yeah. people to come on. Yeah. And remember, we are from Iceland, and we talk in English, and we have it in English and in Icelandic. So, because Yeah. we know most people they speak English, and of course, a lot of people speaking Spanish, and I don't speak Spanish. I understand Spanish. When I'm in Spain, I'm very fast learner because I always use calculation in everything, and Yeah. so I can put the things together com- with my calculation brain and understand people without knowing their language because everything is built on calculation. It's like percentages and a lot of things like that. Yeah. Þess með mig, ég skil mörg tungumál og það er út af heilabúinu mínu, út af því allt er byggt upp á reikningi og ég nota reikning til þess að skilja fólk og Ja. þar að leiðandi þegar ég er úti einhvers staðar í einhverju landi, skiptir ekki máli hvort í Asíu, Suður Ameríku eða hvað sem er, eftir vikutíma þá er ég farin svona að skilja megin kjarna svona, svona svona tungumálsins í svona áhersluatriðin við að segja hæ og hérna og skilja svona hvað maður segir þegar maður vesla og það er eftir göttunum út af því og þá veit ég hvað þú ert að tala við mig og þetta noti ég reikning til þess að skilja. En það er nefnilega plús fyrir ykkur sem eru hérna að hlusta. If you got 80 ADHD. En hebben we ADHD. Yeah. Dat lijkt je. Yes. I made in 2009. I changed all this and Ja. then came ADD. It was called ADD. But when I was talking about this, I showed them that there are three brains. There's reading brain, and then is ADHD, and then I found that another thing is called I call it a supercomputer because you think very fast, you calculate everything, and the professor named it ADD. And you have a supercomputer. And I'm not. If you have like poor, just HGH, then if you just have that, you wouldn't you wouldn't be able to think because you would just work on the things. Your brain is just your brain is just not working, and I was showing that this is not like this. You can have ADHD and you can have ADD with it. Ja. Then you have the supercomputer in that. And a lot of things we do in our lifetime. Ja. And like me, I'm not
that kind of a person to get my stamp on something that I did because I did this for the kids to get it through the schools that we have to change here because a lot of people have these things and they are not taught this in school because you have to have a reading memory. But we who have ADD, we have a photo memory, and photo memory is much stronger memory than a reading memory because when you have a photo memory, then when you're listening to stories, you put it in like a movie in your brain. That's why it's a stronger memory, and because this is not that for you that you bring the characters in your brain and you start to play a movie in your brain. So don't let people tell that there's something wrong with you. No, you're just smarter than the people who are with reading memory. You have a supercomputer, Yeah. much faster, but they don't teach it in that way that they are starting now to teach in schools. And I just want to give the kids this. And this professor, wonderful person, was a woman, and I helped her out because she didn't have ADHD and Ron Davis, so I took Ron Davis and I showed her a lot of things that didn't make sense. And I showed her it's a little bit difficult for you to read the mind of an ADD brain when we have a picture memory and we do everything differently than you. And so the professor that was supposed to do this, I thought he would understand this if he had ADD brain, and he would have a deeper understanding of it. That's why God, like Hebrew is, when you're reading Hebrew, then you read it up in photo memory. Also, þú ert með svona ADD heila þá lætur eins og í hebreiskana þá lest hebreiskana og lest hana upp í mynd því að Guð vildi gefa þér mynd af því sem var að ske. Og þetta er kostur, ekki galli. En gallinn er sá að skólarnir kenna ekki þannig. Því að allir uppfinningamenn í heiminum, þeir eru allir með ADD eins og William Morse, Tesla, Nikola Tesla, Alfred Einstein og það er eftir gömum. Og þeir eru allir með svona heila. Það eru allir þeir sem hafa skapað eitthvað. Það hefur aldrei verið sköpun þannig að lestrarheila. Nei. Því hann hefur ekki það sem að ADD heilinn hefur, að hann reynir að finna fleiri aðferðir við að finna auðveldari lausn á að gera hlutina og hugsa öðruvísi. Við erum að lyfta, það er að fara nota. Hvað? Lyfta örvar upp. Já. Elsku örvar. Ekki tala svona svo, við elsku þig og þindislegur. Ha. Já. Örvar, þú ert að elska náungan eins og sjálfan þig og
þá er verið að segja og þú ert ekki að dæma sjálfan þig og Guð segir ekki dæma sjálfan þig. Nei. Því Guð sjálfur dæmir þig ekki því hann elskar þig og þegar maður skilur það að það var í lögmálinu að maður átti að elska hann en það var það sem mennirnir byggu til. Guð hefur aldrei gert manninu neitt nema gott. Já. Það er rétt, sko. Alltaf með blekking af mönnum og Já. því aðvarar Guð okkur við að líta ekki upp til mannanna heldur líta upp til hans því hann þjónar þér. Amen. Það er lykillinn, hann þjónar þér og hann gefur þér styrk og svo haldur bara Hvað er það? Ó. leiðin áfram að leita Guðs og Guð mun hjálpa þér og styrkja þig. Í Jesú nafni, amen, 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 örvar. Hann er alltaf með þér, Guð er alltaf með þér. Guð er alltaf með þér og hann elskar þig. Ég mun fara núna í orðskviðina í dag og við erum komin á kafla 14 og 15 sem við munum lesa í dag sem eins og öðrum minn að orðskviðnir er speki og þar læru visku og speki Guðs og því eins og í Biblíunni að Guð leggur utan inn að þú eigir á konuna þína sem trúnaðarmannin og hún á að vera sponsorinn þinn í því að hjálpa þér við að styðja við bakið þér og halda þannig og þá ertu að gera það sem Guð vill og það Guð þjónar þér og þú átt að þjóna konunni og síðan þjónum við börnunum. Þannig leggur hann upp og þá getur hann blessað okkur og þá erum við að framkvæma nákvæmlega sama og hann gerir. Hann er fyrst í tjórninni í keðjunni og svo kom maðurinn, svo kom konan og svo kom börnin. Okkar er að byggja upp konurnar okkar annars og Guð byggjur okkur upp til þess að læra að elska því að Guð er kærleikur. God is love. Vale! I'm waiting for my wife to come here on and then we can start this. There's been a lot going on in my family. It's been a hard time for my wife and me for dealing with some family things. And this is taking it. We have had the only thing we can depend on is God. He's helping us going through the things we are going through. Við erum að hjálpa okkur að ganga í gegnum, það er búið að vera mikið í gangi, fjölskyldunar og annað og það er aðeins Guð
sem getur hjálpað okkur með það. Ja, það tekur á og ég get ekkert verið að ræða það hér og þetta okkar familju og eins og Guð segir eins og les Biblíuna það engin geðlæknir þar eða sálfræðingur því sálfræðingur okkar og geðlæknir Guð og sá sem við höfum að treysta á ef við erum gift að treysta á konu okkar en við höfum ekki að treysta á mennina og þeir falla og ýmislegt annað en börnin og konan á að vera kletturinn og byrjaði í öllu sem hún gerir og þannig orðið út af því orðið þegar lest orðið munið þegar lesu orðið lesið það út frá dæmisögu og þegar Guð kom og sagði ég tala í dæmisögum og þegar maður fer að lesa Biblíuna í dæmisögum þá opnast nýir hlutir fyrir manni og þá sér maður orðið í allt annarri meiningu og ekki fara að taka hlutunum bókstaflega því Guð talar ekki bókstaflega, hann talar í dæmisögum og svo hann hafi komið og staðfest nokkra hluti því að erfiðir voru lærisveinar hans og það var bara eins og þeir skildu ekki neitt og skildu ekki dæmisögurnar it's like this was difficult for God to talk to him because it was in purpose when he was talking and they didn't understand they didn't understand what God was telling them. Then he said, I will come back again and then I am freely to speak to you and tell you the things how they are. Because the Pharaoh, the Jewish people were, if he was breaking some law, they wanted to execute him, so he wouldn't be able to get the word out that he was doing. And that's how it is. Og ég ætla að byrja hérna á eins og vanalega hérna á Praise Judge og jú, veistu það það. Já. Já. Mikið í gangi. And we're gonna start this with my wife is gonna start this here on Praise Church Daily Prayer on a little prayer and my beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Yeah. Já, Jesus name. Amen. Jésu nafni, amen, já, sýttur þetta. Heilagur andi, ég bið þess að blessi varir okkar Sigga og gefa okkur frið í huga okkar, hjarta okkar og líka þeirra sem heima og bara gefa okkur öllum frið í huga okkar hjarta okkar Drottinn minn, og blessir okkur öll í Jésu heilaga nafni, amen. Við erum að lyfta upp Ástu og fjölskyldunars Húbba og Óskari og lyfta upp Örvari. Við lyfta upp Úllu og Magnúsi og Ágústi og svo og svo að byrja hér okkar tím hér og you are our team, you are our church and we ask you to lift up
all the names, all Yes. the people in here to lift them up, ask God to bless them, and Yeah. then you can ask for, then when we do this, then God is gonna send His blessing over all of us. Yes. And that's what God wants because He loves all of us. Yeah. So we pray for the team here and we ask you to lift up the team. Yeah. All together we pray for each other Yes. to get help from God Yeah. because God knows Yeah. what we are dealing with. In Jesus' name, amen. And everybody say Amen. amen on this beautiful, beautiful, beautiful Tuesday. Amen. Og vi siger amen og mindislega Amen. dríði. Velkomin á skjáinn. Og ég ætla að byrja að lesa hér úr orðskjöfunum og við erum komin 14 og 15 garðar. And in Proverbs, I'm going to read chapter 14 and 15. So Yes. may this be a blessing to you, like it is a blessing to us. Yes. And this is the wisdom of God. Yeah. That's why there are no psychiatrists and all this. Yeah. True. There is no here, and there's just God. Yes. Það er Amen. bara Guð hér sem okkar geðlæknir og sálfræðingur. Amen. Ég hef aldrei verið nefndur neitt hér, einhver maður sem var okkur sálfræðingur eða geðlæknir. Nei. Muni þetta, annars myndi að nefna það fyrsti. Það er bara ekki svo. Í Jesú nafni, amen. Jesu nafn, amen. Við ætlum að byrja að lesa. Ja. Viska kvennanna reisur húsið, en fílskan rífur það niður með höndum sínum. Sá sem framgengur í hreinskilni sinni óttast drottinn, en sá sem fer klókaleið fyrirlítur hann. Í munni afklappans vöndur á hroka hans, en vari hinna vitru varveita þá. Þar sem engin naut eru, þar jatan dóm, en fyrir kraft uxans fæst mikill ágóði. Sannaður vottur lýgur ekki, en falsvottur fer með lygar. Spottarinn leitar visku, en finnur ekki. En hyggnu manni þekking auðfengin. Gakk þú burt frá heimskum manni, og ef þú hefur ekki kynnst þekkingarvörum viska, kynnst kæna í því fólkin að hann skilur veg sinn, en fylska heimskingan svik, afglapanir gjörgis af sektafórnum, en meðal hreinskilnina velþóknun hjarta eitt ekki kvöl sína og jafnvel í gleði þess getur enginn annað blanda sér. Hús óguðlara mun eyðileggjast en tjald hreinskilinna munu blómgast. Margur vegurinn virðist greiðfær en enda þá á helslóðum, jafnvel þótt hlegið sé kennir hjarta til og endir gleðanar treg. Rangsnúið hjarta mettast af vegum sínum svo og góður maður af verkum sínum. Einfaldur maður trúir öllu, en kærr maður athuga fótmál sín. Vitur maður óttast hið illa og forlasta, en heimskingin framkleipin og uglulaus. Uppstökkur maður fremur fýlsku, en hrekkvís maður verður hataður. Einfeldingar erfa fýlsku, en vitri menn krýnast þekkingu.
Hinni vondu verða að lúta hinum góðu og hinni óguðlegu að standa við dyr hinn réttláta. Fátæklingum verður hvimleiður jafnvel vini sínum, en ríkismanni elska margir sá sem fyrirlutu vin sinn, drýgir sinn, en sæll sá sem miskunnar sig yfir hinu voluðu. Vissulega villast þeir en ástunda illt, en ást og trúfest ávanna þeir sér gott stundar. Af öllu stríti fæst ágóði, en munnfleipurði eitt leiðir aðeins til skort. Vitrumönnum auður þeirra korona, en fylska heimskingars og verður fylska. Sannorðu vottu frelsa líf, en sá sem fer með lígar svikari. Í ótta drottins örugt traust og sýni slíks manns munu athvarf eiga. Ótti drottins lífsklinn til þess að forða snöru dauðans. Fólksmergðin prýði konungsins, en mannskotturinn steypir höfðingjónum. Sá sem seinn til reiði ríkur að skynsemi, en hinn bráðlyndi sýnir mikla fýlsku. Rósasamt hjarta líf líkamanns, en ástríða eitur í beinum. Sá sem kúgar snöða mann, óvirði þann skóp hann, en sá sem heiðrar hann miskunnar sig yfir fátæka. Hinn óguðlegi fellur á illsku sinni, en hinn réttláta ráðvendi athvarf. Í hjartahyggju manns heldur viskan kyrru fyrir, en meðal heimskinga gerir hún vart við sig. Réttlæti hefur upp líðin, en syndin þjóðanna skömm. Vitu þjóð hlýtur hylli konungs, en sá hefur reiði hans sem skammarlega breytir. Og núna byrjar 15. kafli, ég vil biðja konu mína að lesa það fyrir ykkur. Amen. Yes, amen. Mjúklegt ansvar stöðvar bræði, en meiðandi orð vekur reiði. Af tungu hinna vitru drýpur þekking, en munnur heimskingjanna eys úr sér vitleysu. Augu drottins allstaðar, vakandi yfir vondum og góðum. Hógvær tungunnar lífstré, en fals hennar veldur hugarkvöl. Afglapinn smáir aga föður síns, en sá sem tekur umvöndum verður hygginn. Í húsi hins réttláta mikill auður, en glundroði gróðafé hins óguðlega. Varir hinna vitru dreifa úr þekkingu, en hjarta heimskingjanna rangsnúið. Fórn óguðlega drottni andstyggð, en bæn hreinskilnina honum þóknanleg. Vegur hins óguðlega drottni andstygglegur, en sá sem stundar réttlæti elskar hann. Slæm hirting bíður þess sem yfirgefur rétta leið. Sá sem hatar umvöndum hlýtur að deyja. Dánarheimur og undirdjúpin opin fyrir drottni. Hversu miklu fremur hjörtu mannanna barna. Spottaranum ekki vel við að vanda sér við hann. Til vitra manna fer hann ekki. Glatt hjarta gerir andlitið hýrlegt, en sé hryggð í hjarta hugurinn dapur. Hjarta hans vitra leitar að þekking, en munnur heimskingjanna gæðir sér á fýlsku. Hinn volaði sér aldrei glaðan dag, en sá sem vel liggur á sífellt í veislu. Betra lítið
í ótta drottins en mikill fjársáður með áhyggjum. Betri einn skammtur af kálmetis með kærleika en alinn uxi með hatri. Bráðlyndur maður vekur deilur en sá sem seinn til reiði stillir þrætu. Vegur letingjans eins og þyrnigerði en glata hreinskilna brautavegur. Vitur sonur gleður föður sinn en heimskur maður fyrirlítur móður sína. Óvitru manni fylskan gleði en skynsamur maður gengur beint áfram. Áformin verða að engu þar sem engin ráðgerðin. En ef margir leggja á ráðin, fá þau framgang. Gleði hlýtur maðurinn af svari munns síns og hversu fagurt orð í tíma talað. Lífsins vegur liggur upp á við fyrir hinn hygna til þess að hann lendi ekki niður í helju. Drottinn rífur niður hús dramblátra en setur föst landamerki ekkjunnar. Ill áform drottni andstyggð en hrein vingjarnleg orð. Sá kemur ólagi á heimilishag sinn sem fíkinn í rangfenginn gróða, en sá sem hatar mútugjafir mun lifa. Hjarta hins réttláta íhugar hverju svara skuli, en munnur ógurlegra eys úr sér ílsku. Drottinn fjarlægur ógurlegum, en bæn réttlátra heyrir hann. Vingjarnlegt augnaráð gleður hjartað, góða fréttir feita beinin. Eyra sem hlýðir á holla umvöndun mun búa meðal hinna vitru. Sá sem agar hafnar fyrirlítur sjálfan sig, en sá sem hlýðir á umvöndun aflar sér hygginda. Ótti drottins augu til visku og auðmýkt undanfari virðingar. Í Jesú nafni, amen. Everybody say amen on this wonderful Tuesday. Amen. Amen on this midnight. Amen. 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 And now we are gonna play this in King James 16:11 like we always do. Yeah. So listen. Beautiful written Bible. Amen. Yeah. So play it, my darling. Yes, my love. Benoni sætla blessaður. Hi. Hi, Benoni. Hi, Benoni. Yndislega það að hafa þig bróðir. Það elskar þig mikið. Proverbs 14. Every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. He that walketh in his uprightness feareth the Lord, but he that is perverse in his ways despiseth him. In the mouth of the foolish is a rod of pride, but the lips of the wise shall preserve them. Where no oxen are, the crib is clean, but much increase is by the strength of the ox. A faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. A scorner seeketh wisdom, and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understandeth. Go from the presence of a foolish man, when thou perceivest not in him the lips of knowledge. The wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is deceit. Fools make a mock at sin, but among the righteous there is favor. The heart knoweth his own bitterness, and a stranger doth not intermeddle with his joy. The house of the wicked shall be overthrown, but the tabernacle of the upright shall flourish. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Even in laughter the heart is sorrowful, and the end of that mirth is heaviness. The backslider in heart shall be filled with his own ways,
And a good man shall be satisfied from himself. The simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. A wise man feareth and departeth from evil, but the fool rageth and is confident. He that is soon angry dealeth foolishly, and a man of wicked devices is hated. The simple inherit folly, but the prudent are crowned with knowledge. The evil bow before the good, and the wicked at the gates of the righteous. The poor is hated even of his own neighbor, but the rich hath many friends. He that despiseth his neighbor sinneth, but he that hath mercy on the poor, happy is he. Do they not err that devise evil? But mercy and truth shall be to them that devise good. In all labor there is profit, but the talk of the lips tendeth only to penury. The crown of the wise is their riches, but the foolishness of fools is folly. A true witness delivereth souls, but a deceitful witness speaketh lies. In the fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place of refuge. The fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. In the multitude of people is the king's honor, but in the want of people is the destruction of the prince. He that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit exalteth folly. A sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. He that oppresseth the poor reproacheth his maker, but he that honoureth him hath mercy on the poor. The wicked is driven away in his wickedness, but the righteous hath hope in his death. Wisdom resteth in the heart of him that hath understanding, but that which is in the midst of fools is made known. Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. The king's favor is toward a wise servant, but his wrath is against him that causeth shame. Amen. Amen. Proverbs 15. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. The tongue of the wise useth knowledge aright, but the mouth of fools poureth out foolishness. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. The wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. A fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent. In the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is trouble. The lips of the wise disperse knowledge, but the heart of the foolish doeth not so. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. The way of the wicked is an abomination unto the Lord, but he loveth him that followeth after righteousness. Correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof shall die. Hell and destruction are before the Lord. How much more then the hearts of the children of men? A scorner loveth not one that reproveth him, neither will he go unto the wise. A merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. The heart of him that hath understanding seeketh knowledge, but the mouth of fools feedeth on foolishness. All the days of the afflicted are evil, but he that is of a merry heart hath a continual feast. Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Better is a dinner of herbs where love is, than a stalled ox and hatred therewith. A wrathful man stirreth up strife, but he that is slow to anger appeaseth strife. The way of the slothful man is as an hedge of thorns, but the way of the righteous is made plain. A wise son maketh a glad father, but a foolish man despiseth his mother.
Folly is joy to him that is destitute of wisdom, but a man of understanding walketh uprightly. Without counsel purposes are disappointed, but in the multitude of counselors they are established. A man hath joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season, how good is it? The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. The Lord will destroy the house of the proud, but he will establish the board of the widow. The thoughts of the wicked are an abomination to the Lord, but the words of the pure are pleasant words. He that is greedy of gain troubleth his own house, but he that hateth gifts shall live. The heart of the righteous studieth to answer, but the mouth of the wicked poureth out evil things. The Lord is far from the wicked, but he heareth the prayer of the righteous. The light of the eyes rejoiceth the heart, and a good report maketh the bones fat. The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise. He that refuseth instruction despiseth his own soul, but he that heareth reproof getteth understanding. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Í Jesú nafni, amen. Amen on this beautiful Tuesday. Amen. Hallelujah. Amen á þessum vindislega þriðjudegi. Amen. Amen. Og þessum á þetta er styttra lagi í kvöld, svo Já. við skulum bara fara beint í bænir þessi. Já, það voru. Faðirvorið sem Guð kenndi okkur og við erum upprunalega útgáfuna sem Já. við segjum alltaf Guð hann leiðir okkur ekki í freisti. Nei. Eins og þessi kemur fram í okkar bæn, haltu oss frá freisti. Já. Því það er upprunalega texti í faðirvorinu. Já. Þessu var breytt og það er svo að segja tæla okkur sem hann myndi aldrei gera. We have the original the prayer that God taught us, and because he's never gonna tempt us, and they put it in the Bible later. These words from God, the people changed it, but this is original. Original is keep us from temptation, because God is never gonna tempt you. He's never gonna. He doesn't work like an evil man. No. Because he's pure Yes. love. So, Yeah, yes. so I'm gonna start taking the prayer that the Father taught us. I'm gonna read this in English. Our Father, Our Father, who art in heaven, who art in heaven, hallowed be thy name. hallowed be thy name. Thy kingdom come, Thy kingdom come, thy will be done, thy will be done, on earth as in heaven. on earth as in heaven. Give us our daily bread, Give us our daily bread, and forgive our debts, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. as we forgive us our debtors. And keep us from temptation, And keep us from temptation, so that we may stand against it, so that we may stand against it, but deliver us from evil. but deliver us from evil. For thine is the kingdom, For thine is the kingdom, the power, the power, and the glory, and the glory, forever and ever. forever and ever. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes. And remember always, we are here a team. Yeah. We ask you to look at Mel Cheney. Yeah. We got in there
And the group is called 360, John 3:16, and Yes. we are the same age. We are born on the 23rd, both of us, and we are both 57 years old. And Yeah. a lot of strange things that comes up. And there are there is no consequences. Not like God always put some purpose of me having the same date. He's 1 month older than me. He's in February 23rd and I'm in March 23rd. He's the same character like me, as we are very similar, and like Kenneth MacDonald, he is with us and he is the same character as we are, and I encourage you to read the Kenneth MacDonald's testimony. It's very strong. And now we're going to take this in Icelandic. Ja. Faðir vor, Faðir þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag oss dagleg brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorum skuldunauðum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og amen, munið á allt. Góðu konu ykkar, segir konu ykkar að þið elskið hana, og konur segir eiginmenn ykkar að þið elskið þá, og segir börnin ykkar að þið elskið þau, og biðjið fyrir fjölskyldu ykkar, og þá mun Guð blessa fjölskyldu ykkar, og munið að elska náungan eins og sjálf ykkur, og þá mun Guð blessa ykkur, og einnig skuluð þið elska óvini ykkar eins og sjálf ykkur, og því þá mun svo sannarlega Guð elska ykkur fyrir það að við erum öll börn Guðs, að hann dó fyrir alla menn, ekki bara einhverja útvaldna eins og alltaf er að reyna að koma hérna inn í orðið hér, að það sé einhver útvaldnir gyðingar, en þeir voru allir útvaldir og þeir voru allir Hebrear og þeir voru 12 ættkvíslir Abrahams, en það fekk breyta hlutverk að vara framfylgja og varðveita trúna. En þetta eru allt Hebrear, hann er svo Abraham, hann var ekki gyðingur. Nei. Og svo alltaf gyðingar að hafa setja sig upp á hest, og það er bara ekki svo. Nei, alls ekki. Nei, það er engin maður meir en maður en þú, og Guð fer ekki í manngreiningar álit, og hann elskar þig jafnt mikið og öll sín börn. Jesu nafni, amen. Jesu nafni, amen. And remember, tell husbands, tell your wives you love them, and wives tell your husband that you love him. Yes. Love your husband, and tell your children that you love them. Yeah. And pray for your family, then God is surely going to bless your family. Yeah. And love your neighbor like yourself, and love your enemy like yourself, and then God is going to bless you, because we are all children of God, and God loves us all the same, equal. Doesn't matter what race we are or whatever we are.
all his children. Yes. And he went on the cross. He showed us there is no hell, there is no this. No. This is what man brought upon himself. Yeah. And you read this through the Bible. And that's why I tell you here, like, don't read the Bible like you're reading some book. Read it like Jesus taught you. I talk in proverbs, Parables. Parables. I talk in parables. Yeah. And that's how you are supposed to read the Bible, because he is always telling you stories, but Yeah. they can mean a lot into your life, and then Yeah. you always get a different view of what you're reading, because the word is alive. Og muni á Yeah. að Guð talar í dæmisögum, og því ég að lesa Biblíun í dæmisögum, því þessi saga, hún sem við erum að tala hún passar inn í svo margar kringumstæður inn í lífið. Já. Og þannig talaði Guð til okkar og kom hér og gekk jörðina og sýndi okkur þetta. Í Faðirinn, Sonur og heilagur andi eru einn. Já. Og þeir getur ekki aðskilið og splittaði sundur eins og þeir eru að reyna að segja. Þeir eru eitt og þeir finna einu saman. Amen. Amen. Já. Og við hérna þökkum fyrir yndislegt Já. stund með ykkur og æðislegt kvöld hér á Íslandi, og einnig þeir sem eru úti æðislegan dag. Já. Have a wonderful day. You are in America, and we are going to see you tomorrow here on Grace Church Daily Prayer, and we love you, og við elskum ykkur hérna á Íslandi, Elskum ykkur. and we ask you to, we have a little complication in my family, and we ask you to pray for us, and Yes. ask God to bless the things we are dealing with here, and so we ask you to pray for us and ask God to bless the things we are going through. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. Because we need, sometimes we need blessings and prayers from you to give us more strength through and healing through the things we are going through. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. And we are going to see you tomorrow, and Já, God bless bless, and we love you. Guð blessi Bye ykkur. bye. Elskum ykkur. Bye. 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 Oj. Love, love. Hmm?